Komið þið sæl. Móðurást eins og hið tæra streymi Gangesfljótsins sem rennur að eilífu á nokkura skilyrða. Úr sölum minningana færum við ykkur í dag sögu. Sögu þar sem sjálfið hverfur og eftir stendur aðeins óeigingjörn ástúð. Fylgið okkur ásamt þessari helgu sín á Ganges þegar ég flyt ykkur hrífandi frásögn úr penna hins kunna rithöfundar Rajesh Chandrani Madanal Jain. Móðir mín. Móðir mín, hversu heitt hún elskaði mig og með mikilli hamingju. 19. desember 2019. Þegar móðir mín var enn með okkur í þessum heimi. Það er best að byrja á upphafinu. Þegar ég óx úr grasi, frá sakleysi æskunnar til vits og þroska, fann ég heimili okkar fullt af lífi. Í miðri þessari stóru fjölskyldu var nálægð móður minnar mér kærast af öllu. Umhyggja hennar var minn mesti styrkur. Á heimilinu voru líka önnur systkini og mamma þurfti að sjá allt. Hún hélt jafnvægi á ábyrgð gagnvart fjölskyldu og trú með aðdáunarverðri stillingu. Hún hafði sáralítinn tíma fyrir sjálfa sig. Þegar ég varð eldri áttaði ég mig á djúpum sannleika. Hún var miklu hógværari og rólegri í lund en nokkur annar. Ég sá hana aldrei reiða við neinn. Ég sá hana aldrei pirraða. Kannski var þetta á þeim tíma náttúrlegur dygð hverrar móður. Fyrirmynd hinnar fullkomu húsmóður. Eftir því sem tíminn leið og skilningur minn dýpkaði, tók ég eftir eiginleika hjá henni sem ég sá ekki hjá neinum öðrum. Það var hennar skilyrðislausi lífstíll. Hún samþykkti öll skilyrði fjölskyldunar, nágrannanna og samfélagsins. En hún sjálf setti aldrei nein skilyrði gagnvart öðrum. Í dag, eftir að hafa kynnst heiminum, skil ég að slík óeigingirni er mjög sjaldgæf. Að láta eigin tilvist renna algjörlega saman við tilvist annara er ekkert auðvelt verk. Ekki bara í eitt andartak, heldur út allt lífið. Án efa var hún algjörlega sérstök manneskja. Mannleg undantekning, ef svo má að orði komast. Í þessum óhaggalega einfaldleika sá ég stundum hamingjustundir. Sérstaklega þegar hún ferðaðist til bernskuheimili síns. Lalitburð er fæðingarstaður hennar. Hún missti föður sinn og bróður strax við 8 ára aldur. Eftir það bjuggu amma og móðir mín hjá fjölskyldu föðurbróður okkar. Í æsku, þegar við heimsóttum ættingjana þar, skildum við hvaðan þessi göfugu gildi móður minnar komu. Þegar hún var í Lalitburð kom fram tilfinningum innri frið í röddu hennar. Þar búa enn í dag fjölskyldur frænda okkar. Þau eru einföld en mjög göfug í hugsun. Þau sýndu móður minni alltaf mikla virðingu. Það gladdi mig að sjá hvernig litlu óskirnar hennar rættust þar. Í húsasundunum í Lalitburð leið henni sannarlega eins og heima hjá sér. Ég sný mér aftur að minningum mínum móður mína. Vegna trúarlegs uppeldis hafði móður mín miklar væntingar. Hún vonaðist til að við systkinin skiljum trúna og lærðum textana. Systkini mín stóðust þetta. En áhugi minn á námi var á þeim tíma aðeins minni. Síðar bjó ég oft fjarri heimili vegna vinnu. Svo eftirbátur minn í andlegri iðkun allt frá bernsku. Hélst sem skuggi út allt lífið. Fyrir 5 árum, eftir að faðir okkar féll frá, fór móður minni að hraka. Síðustu 2 ár hefur hún verið rúmliggjandi vegna veikinda sinna. Fjölskylda yngsta bróðurins annast hana af takmarkalausri ást. Líkami hennar vegur nú líklega ekki meira en 25 kíló. En jafnvel við þessar erfiðu aðstæður er sálastyrkur hennar óhagganlegur. Hún borðar nú aðeins eina máltíð á dag. Hún einbeitir allri athygli sinni að leiðinni til andlegrar lausnar. Þrátt fyrir líkamlegan máttleysi er hún andlega ótrúlega hress. Hún býr yfir merkilegri gáfum. Allt sem hún hefur lært á ævinni getur hún enn þulið utan að. Heimur hennar takmarkast nú við eitt lítið herbergi. En jafnvel þar heyrist ekkert kveinstafi frá henni. Veraldleg málefni virðast nú vera henni án merkingar. Hún endurtekur oft eina vitrasetningu. Fyrirgefning frá öllum, fyrirgefning til allra. Hún biður þá fyrirgefningu sem hún kann að hafa truflað. Og hún fyrirgefur hverjum þeim sem hefur sært hana. Systir mín Kiran hefur áttað sig á þessum sannleika mjög skýrt. Hún les texta fyrir móður okkar í síma á hverjum degi. Móðir mín mann allt og samt hlustar hún af djúpri lotningu. Eins og ég sagði, andlega er ég eftirbátur sonurinn. Vegna fjarlægar get ég ekki þjónað henni beint við sjúkrabeðin. Fyrir 2 mánuðum fékk ég góða hugmynd. Að ef ég myndi líka lesa fyrir hana, myndi gleði hennar aukast.
Síðan þá hringi ég í hana á hverjum frídegi. Hún bíður óþolinmóð og gleðst mjög. Í samtali okkar biður hún mig að lesa mismunandi texta. Síðustu 2 vikur hefur hún eina sérstaka ósk. Hún vill heyra Paktamar stótra með minni röddu. Réttur framburður á sanskrít mikil áskorun fyrir mig. Hún kann allt utan að, án einustu villu. En að heyra það með röddu sonar síns gefur henni óendanlegan frið. Að gera þetta 1 klukkustund á viku gæti fengið suma til að hugsa: hve lítið krefst móðir mín af mér. En í raun veit hún, og ég veit sannleikann, að hún væntir einhvers risavaxins af mér. Mamma vonar að ég gangi leið frelsunar sálarinnar. Í lífi hennar sést dásamleg samfella. Frá veraldlegu sjónarmiði holdgerir líf hennar þessa setningu: að lifa fyrir aðra hið sanna líf í. En á sama tíma streymdi andi sálarhreinsunar alltaf innra með henni. Hún kendi okkur siðferðileg gildi frá unga aldri. Síðar kendi hún dætrum mínum báðum sömu gildi. Undir vernd hennar blómstraði líka persónuleiki tengdadætrana. Hún var fyrirmynd fyrir öll barnabörnin sín. Hún sagði alltaf með alvöru: að tala hið illa dreifir hinu illa. Þess vegna getur það eitt að tala hið góða slökkt hið illa. Þegar systir mín Kieran minnist eðlis mömmu, segir hún: mamma hélt sig alltaf fjarri málefnum annara. Hún kendi okkur að greinamunur á mínu og þínu hefði ekkert gagn. Þessi leksía í dag okkar dýrmætasta eign. Ástæðan fyrir því að borið virðingu fyrir okkur í samfélaginu. Við trúum á einingu, aldrei á ósætti. Mamma gaf okkur andleg gildi svo við gætum hreinsað sálu okkar. Til að losna undan þjáningum fæðingar og dauða. Dagsetning 27. apríl 2022. Hún vildi ekkert veraldlegt frá börnunum sínum. Hún vildi aðeins að við fyndum sannleikan og öðluðumst visku. Ást mömmu eins og náð hinna miklu kennara, sem hvetur allar verur til hamingju. Þann 27. apríl 2020 féll mamma frá. Það var erfiður tími mitt í heimsfaraldrinum. Síðan þá höfum við komið og hefðum daglegan samlestur. Og sú hefð heldur áfram enn þann dag í dag með stolti. Við helgum þessa stund síðustu ósk mömmu. Kieran, Shobha og Rachna halda þessari hefði í sameiningu. Í dag, með virðingu fyrir minningu móður minnar, deili ég þessari sögu að nýju. Þið hlustuðu rétt í þessu á orðakveðju frá Rajeshi til móður sinnar. Lifandi hefð sem aldrei staðnæmist. Sönn ást felst í göfgun sálarinnar. Í dag mamma ekki líkamlega á meðal okkar. En bæn fjölskyldunar heldur ósk hennar alltaf lifandi. Að velja hið góða hinn einlægasta hilling til móður. Í dag deilum við með þungum huga að yngri systir Rajeshi, Shobha, lést í janúar 2026. Fylgdi hún í fótspor móður sinnar á ferðinni til eilífðar. Við vottum einnig þessari merku dóttur okkar dýpstu samúð. Það var allt í bili. Kærar þakkir.